Komið sæl og verið velkomin í hlaðvarp Iðunnar. Bókaást heitir þessi sería. Ég heiti Kristjana Guðbrandsdóttir. Ég ætla að fjalla bækur af sérstakri alúð. Ég ætla að fjalla hönnun bóka, umbrot þeirra, prentun, bókband og ýmislegt fleira. Hingað til mín komin góður gestur. Það hann Kjartan Hreinsson, grafískur hönnur. Hann annar myndritstjóra nýrrar bókar sem bara hún nýkomin út. Já. Hot off the presses. Óli K. Fyrsti fastráni blaðaljósmyndari Íslands sögunar. Já, það ekki? Það passar. Til hamingju. Takk fyrir. Þetta svo glæsilegt verk. Já, takk fyrir þið. Það gaman að heyra. Hvernig kemur það til að þú ert komin inn í þetta verk? Höfundur bókarinnar hún Anna. Anna Dröfn Ágústsdóttir, já. Sagnfræðingur. Sagnfræðingur, já. Það kemur þannig til að við kynntist upp í Listaháskóla, þar sem ég var nemandi og svo það leiti sem ég útskrifaðist, þá var ég að leita mér að verkefnum og vildi svo til að það var flug, það var fjöldi af Douglas DC-3 flugvélum sem voru að fljúga frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu til að fagna einhverjum tímamótum og ég var þar að skoða DC-3 flugvélar, þrista. Þar hitti ég Önnu Dröfn og hún var þá búin að vera með þetta verkefni á borði hjá sér svona tíma og ég var að leita verkefnum, sendi svo á hana hvort hún væri með eitthvað verkefni og þá náttúrulega voru nýbúin að hittast þarna á Reykjavíkurflugvelli að skoða þrista og henni datt í huga að fá mig með þetta verkefni. Og Óli K. var mikill áhugamaður flug og þannig að í myndasafninu flugsagan líka vel skrásett og hann svona ein kenningin sem að Anna Dröfn til dæmis með að hann hafi í rauninni leiðst inn á Morgunblaðið í gegnum þá flugmyndir, þá voru fyrstu flugbátarnir á komin til landsins og hann skrásetti þá og sennilega fyrsta réttarljósmyndin sem hann birt eftir hann þá mynd af flugbát og áhöfn af flugbát að koma. Hann langaði til að verða flugmaður. Já. Þetta svolítið skemmtileg tilviljun að þið hafi hist þarna. Já, og ég var í einhverjum svona flugleðurjakka og ég sagði með mér að hann heldur að þessi eitthvað skrítinn. En Já. En þið eru kannski svolítið líka. Þú náttúrulega nálgast verkið fyrst og fremst sem hönnur og bara ert með svolítið þitt auga. Sem hönnur en ekki síst líka ég mjög riðinn ljósmyndari og svona hefur mestan áhuga á að vinna þá með texta og ljósmyndir. Og það sést vel í þessari bók og bæði myndir og texti fá að njóta sín. Það rúmt og bara virkilega unun að fletta bókinni, verði ég að segja. Takk, það gott að heyra. Lykilatriði að fyrir mér var bara myndirnar væru stórar og fengi að njóta sín. Akkurat. Og skemmtileg bókakápa. Já. Það sem að þú leikur svolítið með nafnið hans. Já. Óli K. Því að vissulega var annar ljósmyndari á sjónarsviðinu þarna í hans samtíma og til að aðgreina sig þá þurfti hann á þessu kái að halda. Svolítið skemmtilegt. Heiðrar fyrir sín. Já, og glæsileg mynd af hannum sem þið veljið. Já, það kom eiginlega aldrei önnur myndi greina. Er það nokkuð? Nei. Já. Þetta svona pínu draumur grafísk hönnuðar að fá þessa mynd í kápuna. Já. Ég veit að þið voruð ekki öfundsverð, þú Anna, velja úr myndum Óla K. Því að það náttúrulega, mér langar svolítið að heyra hvernig þið báruðu grað við val á myndum. Þú veist, hvað voruð þið að hugsa? Já, ég kem inn í verkefnið núna fyrir 4 árum síðan og Anna kemur inn í þetta í gegnum vinkona hennar, fjölskyldu vinkona hennar afkomendur Óla. Og hún hafði þá séð og fengið áhuga á þessum myndum, hún hafði séð það upp á vegg heima hjá vinkonu sinni. Og svo hún náttúrulega að pappi hennar var blaðamaður og fréttastjóri á Morgunblaðinu í áratugi. Þannig að
það stóð lengi til að og búið að standa til hjá mörgum að vinna úr þessu gríðarlega safni og hvernig bárum við okkur að ég var í heilt sumar upp á Morgunblaði að fletta í gegnum möppur og sem betur fer og þetta hefði náttúrulega aldrei verið raunhæft nema því að það var búið að vinna svolítið mikla vinnu í að skipuleggja safnið og þar fyrst og fremst kemur Einar Falur sem og er einn af þeim sem starfaði með Óla og lærði mikið á honum og Kristín Hauksdóttir sem að vann í safninu að skipuleggja og fara yfir og það var búið að vinna þá vinnu svolítið. Þetta er nú alveg undsvægt að fara í gegnum þess að því það er alltaf mjög skemmtilegt en það er alltaf rosalega mikið magnamyndum en fyrst þá förum við í gegnum allar möppur sem eru kontaktsítar og það eru í rauninni teljum við til bara allar myndir sem að okkur líst á og alltaf ýmsir stórviðburðir viðstættur alla stórviðburðir fyrstu 50 ár liðlega sögunar en það er ekki síst líka mannlífsmyndir og það eru portréttmyndir það eru myndir á listamönnum það kemur mjög víða við þannig að fletta í gegnum er meira átta skemmtilegt. Þú orðar þetta svo vel vegna þess að mér finnst jafn dýrmætt margar sko af þessum hvað ég segja ljósmyndum af merkisfólki eða stórum viðburðum það er svona, þú veist, maður þekkir þær, mann eftir þeim. Mér finnst svo dýrmætt að sjá kannski bara myndir úr mannlífinu og þær setja einhvern veginn og pakka sögunni saman í eitthvað annað samhengi eins og sögu, þannig að mér fannst þetta svo vel gert í bókin ykkar, það verður einhver stemning og mér langar að hrósa ykkur fyrir það. Já, takk fyrir. Þetta fyrsta náttúrulega úrval er mjög breytt fjölbreytt og marga myndir og við erum í rauninni skrásitið svolítið bara í gegnum tókum myndir á kontaktsítum bara á síma og svo alltaf er þetta búið að vera við hefum búin að eiga reglulega fundi og svo þegar að fyrir að nálgast útgáfu þá þurfum við að vera svolítið grimmi að skera niður skera niður úr úrvalinu og svo endum við kannski með 300 myndir eitthvað svo leiðis og þetta er náttúrulega endurspeglar áhugamál okkar og ljósmyndar hans og Það er einmitt þetta sem að fólk átta sig ekki á að svona myndritstjórn er líka þetta er persónulegt í raun og veru það myndi enginn gera þessa bók eins og það myndi enginn ég hef ekki gert hana eins að ég var einn og Anna hef gert hana alltaf þetta er samstarf og það er gott að vita allan að myndi enginn gera þetta eins sko. Maður verður svolítið að treysta á. Svo annað sem að manni verður ljóst að því að fletta bókinni og það er þetta dýrmæta samfélag á Morgunblaðinu sem enn er nokkuð sterkt þó að það hafi verið mjög sterkt árum áður og það er ljósmyndara deildin og eftirvinnslan og þetta er eiginlega alveg magnað, þetta var magnað fólk og er magnað fólk. Já. Og hann náttúrulega stofnar þessa deild og náttúrulega fyrsti fastráðni ljósmyndarinn og leggur til góð ráð til þeirra sem að hann hefur ráðið inn á ljósmyndarana og þeir ber honum allir mjög góða söguna sem læriföður og svo náttúrulega vann hann náttúrulega talsvert í myrkraherberginu og eftir sem líður á að þá kannski eru fleiri sem er svona farnir að mynda úti en hann er svolítið talsvert í myrkraherberginu í vinnslunni Það er ótrúlega gaman að lesa frásagnir frá þessum tímum þar sem er verið að endast með filmur í brjáluðu veðri yfir heiðir með rútum og flutningabílum og þetta náttúrulega þessi tímar stökkvaði yfir í tógara og myndir frá kokkinum og svona og þetta aðgengi var svo óhindrað og er svo mikilvægt og maður hugsa náttúrulega líka bara lýðræðið og hvað við fáum kannski ekki endilega af því við fáum svo mikið af myndum, það er flæða yfir okkur í dag
en kannski erum við samt ekki með skýra mynd af samtímanum af því að blaða ljósmyndin hún þarf að verða sterkari sterkara afl kannski ég get hygglust tekið undir og ef við erum nóg að færa ljósmyndina það er erfitt að það náttúrulega eru ofgnótta myndum að það er líka svona, það þarf líka að búa þeim svolítið svona það er fá ekki nógu grand vettvangirinn það er njóta sín ekki endilega svo vel það er það bara fátt betur en að skoða til þess mynd sem vel út prentuð og færa að njóta sín vel og það sem maður saknar svolítið að það séu svona meiri svona að þeim sem borin raunin svo verðing sem það eiga skilið. Það er umgjörðin, það er samhengið og það er grafíkin. Já. Svona, akkurat. Einmitt. Hvernig þú bæði sem ljósmyndari og grafískur hönnuður og hvernig finnst þér þetta vera að þróast allt saman? Hvað er það sem þig langar að halda í? Hvernig þú að hugsa? Hvernig ég að hugsa? Ég vil náttúrulega fyrst og fremst þá vil ég bara gefa út fleiri fleiri ljósmyndabækur og þannig að það sem var kannski svona kræfjandi á þessari vegferð að koma út þessari bók var að við annað fengum ótt viðvarandi sem var fólk kann ekki að meta ljósmyndabækur eða það er svona það er engin peningur í þessu eða svoleiðis en svona mín sýn er að við þurfum bara að gefa út fleiri bækur til þess að fólk átti sig á verðmætun sem í þeim bæði varðveislugildi og líka bara ánægin á því að skoða þær endilega vilja bara fá fleiri ljósmyndabækur Kannski eftir því, kannski er þessi söknuður, ég meina ef það eru færri bækur sem er að koma út, þær verða til þess að við leggjum kannski okkur finnst meira til þeirra að koma þetta getur alveg snúist við Já, mitt Þannig að ég trúi því ekki að fólk sé ekki lengur að kaupa þessar veglegu bækur. Nei, en það er reyndin. En svo er líka bara, ljósmyndin er tiltölulega ungt fag í stærra samhengi og til dæmis bara það er ekkert aðgengilegt fyrir alla að læra ljósmyndun og varandi sýningu á ljósmyndum og svona, mér finnst vera að vakna kvikna mikill áhuga á ljósmyndum. Það er sena núna sem er svolítið skemmtileg. Já, og en það svona gerist ekki af sjálfu sér. Það er fólk sem að leggur á sig að standa í sýningahaldi og svoleiðis sem Hvað getum við gert, hvernig getum við bætt úr þessu? Það er stóra spurningin. Ef við byrjum bara á nokkur atriðum til að bjarga heiminum, hvað getum við gert? Ég myndi vilja ég fattaði ekki fyrir að ég fór í skiptina á erlendis og ég lærði grafíska hönnun og ég fattaði ekki fyrir að ég var í námið það sem var kennt samhliða grafíska hönnun og ljósmyndin og það var þá deild sem heit bara Visual Communication og það var þá ég fatt ekki, ég hafði oft verið að raða saman myndum og setja upp einhverja síkvensur á myndum og svoleiðis en ég fatt ekki fyrir þá fólk lærir þetta einhvers staðar og svona, ég hefði viljað sjá kannski fyrr átta mig á því fyrr að þetta er eitthvað sem fólk leggur fyrir sig og er bara tækni og bara kunnáttur sem maður þarf að læra mikið rétt og þannig að ég held ég óska þessu kannski fleiri sem að svona fengi að sjá þetta og átt að sjá þetta kannski er þetta einhver leið fyrir mig að fara að læra ljósmyndin eða að vinna í kringum ljósmyndir og að því að stór hluti af þessu er alltaf bara eitt hluti er að mynda svo er annar og jafnvel mikilvægur og það er að fara í gegnum myndir og editera og svona ósýnilegu prósess sem að væri óskandi fleiri vissu af Ég hef verið að hugsa upp á síðkastið hversu mikilvæg myndritstjórn er í raun og veru sem fag. Kannski sérstaklega út af þróun í tækni, framþróun í tækni, öllum þessum gervigreindamyndum sem er að flæða yfir okkur og ég finn núna að það er einhver svona aðkallandi þörf fyrir því að hefja þetta, þessa faggrein aftur upp og
á þessum gullaldartíma sem að við erum sem að er verið að fjallum í bókinum Óla K, að þar einmitt þessi, hvað ég segja, myndritstjórn. Já. Þetta hjartað í blaðinu nánast. Já, einmitt. Og svona, ekki síst núna, þegar prentaknin hefur flekt fram, við getum prentað betri myndir heldur en nokkur sinni fyrr, þannig að það væri áskandi að fá fleiri inn í þetta. En ertu sammála því með myndritstjórnina og hvernig ég geti ekki með sammála, já, heyrðu, þannig að við getum þá eitthvað gert já. En maður sér þetta í þróun náms í þessum, hvað ég segja, ég vil kalla þetta grafískar greinar. Já. Í þróun náms í grafískum greinum, ég hef svolítið verið að kafa ofan í þessa þróun, að þar nám að fléttast saman. Já. En það þetta eins og þú segir, þetta tækni sem þú þarft að geta tilengaðir og beitt, og þetta fléttast allt saman. En svo merkilegt með ljósmyndina, það hægt að nálgast hana úr svo mörgum áttum. Já, auðvitað, sem list og já, þannig að það svona, hún frjáls. Það hún frjáls, já, og það svona ólíkar hugmyndir hvar hún á heima og hvernig nálgunin á kennslu og svoleiðis. Hvernig hafa viðtökurnar við bókinu mann Óla K verið? Maður sem algjört legend? Já, það sem náttúrulega merkilegt í rauninni að það hefði ekki verið gefið út fyrir bókum hann, sko. Þannig að löngu tímabært að fá að sjá þessar myndir. Þær hafa verið kannski aðgengilegar á netinu, þær hafa verið svona á víð og dreif, þær eru auðvitað í sögubókum en það ég verð allan ekki varðið hana heldur mjög jákvæð viðbröð, sko. Og bara ánægja að þessi komið út almennilegt rit Óla og já, mjög ánægilegt, sko. Og hvað svona á döfunni hjá þér? Getur þú hugsað ertu með einhver önnur svona svipuð verkefni í farvetnunni hjá þér? Ég ekki með önnur, ekki sambærileg verkefni, ekki svona stór, sko. En ég fór enda sjálfur og núna og að læra ljósmyndin. Fór í ljósmyndaskólan og ég hef verið að fast við ljósmyndin lengi og ég hafa mikill reynslu, en draumurinn auðvitað að fá svona sambærilega verkefni. Þannig að þú ákvaðst að fara og læra ljósmyndun bara til að ná enn betri tökum. Bara var það eftir að þú byrjar að vinna að bókinni Óla K? Já. Og ég rauninni, sko, að upplifa margt þekkt ekki, þá sérstaklega sem var áhvert fyrir mig, við vorum að fara í gegnum kontaktsíta og svoleiðis og sem allt inn í myrkraherbyggi. Nú ég komin inn í myrkraherbyggi sjálfur og var að búa til mín eigin kontaktsíta og alltaf læri fæ betri þekkingu á ljósmyndasögunni og svona heildstæðari þekkingu á ljósmyndasögunni. Ég að læra í ljósmyndaskólanum og kann mjög vel við mig þar. En gaman, þetta spennandi. Já, þannig að ég bara... En nú ég hef unnið með þér, sko, þú hefur gert verkefni fyrir mig sem grafískur hönnuður og þú hefur alveg þín einkenni og ert mjög fær með letur og svona, hvað ég segja, rými og umgjörð. Hvernig myndi þú sjálfur lýsa þér? Hvernig myndi ég lýsa mér? Þetta er alveg illkvitnislega spurning, sko. Ég náttúrulega læri í listaháskólanum og ég náttúrulega mína, eins og allir eiga sína, lærlingur annara og lært af öðrum og það er náttúrulega mjög sterk, sko, rík áhersla á typografíu í listaháskólanum og í grafískri hönnun í listaháskólanum. Og það fyrsta sem þú gerir er að þú prentar út letur og þú færð A3-blað og þú átt að raða þú átt að komponera. Það er Atli Hilma sem er frægur fyrir þá kennsluaðferð og læri það í Sviss eftir því sem best veit. Og svo var fagstjóri þegar ég var á Birna Geirfinnsdóttir og maðurinn hennar Arnar Freyr sem ég búin að þekkja lengi. Þetta er það fólk sem ég læri af.
Og eru mjög styrk einmitt líka í typografíunni heldur betur, já. Gáð út leturfræðin, ég held að þú Just Hochuli, já. Ég held að þú hafur eitthvað tengst í eða, nei, er það ekki? Nei, ég tengdist því ekki Nei. En já, typografían, hún er alveg Já, typografía og þá líka að vinna með andrými sem það ekki kannski sem kallaðum white space og svona, ég vinni til dæmis með Amerikanum líka og þeir eru mjög hrættir við þetta white space, það er að nota allt þannig að þetta er svona, já, þetta er composition, þetta er typografía og svona Bara bestu þakkir fyrir heimsóknina Kjartan Takk fyrir og ég hvet alla til þess að kynna sér þetta frábæra verk Þetta er í raun og veru mér finnst þetta að vera sko spennandi bók hún er svo innihaldsrík og hvað ég segja, skemmtilegri sögukennslu getur maður eiginlega ekki fengið Þetta er mikið ferðalag Þetta er ferðalag og frásögnin hefst náttúrulega í Bandaríkjunum sem hann er að læra og þannig að það er ævintýraleg frásögn Já, þar er hann í góðu geimi með mörgum okkur þekktustu listamönnum og sannar svolítið mikilvægi þess að maður er alltaf svo þakklátur fyrir fólk sem fer út og lærir, kemur heim með Já, þannig að farið út og lærið Já. Takk Kjartan Takk fyrir sem leiðis